Þá erum við að fara að kíkja á reiðskólann hér upp í Spretti og þetta er náttúrulega í gömlu höllinni hérna sem er hérna bak við mig sem er gamla andvarasvæðið var þetta hér og hér eru topphestar sem eru með nokkra krakka. Þetta eru svona 25 börn cirka á viku ef ég man það rétt og aðeins að skoða þetta sem er í hverjum hópreyndar ef ég man það. Við förum í Lárus, hann segir okkur frá þessu, strákurinn hann er á Hólum, hann er búinn að vera hérna í 3 ár, hann var sjálfur hérna í reiðskóla. Það verður gaman að þessu, gaman að sjá börnin, það verður einhver törabróð eitthvað, þau eru að fara, eru eitthvað að fara að gera eitthvað öðruvísi heldur en þessi knappararnir hér á Íslandsmóti, það er alveg nokkuð ljóst. En svona byrjar hestamennskan, hún byrjar oft hér, þetta eru krakkar sem koma alls staðar að og það er ekki bara niður í Fák, það er náttúrulega Siggi og Edda með reiðskóla þar og Þóra og fleiri. Og svo er eitt hérna í viðbót, en við ætlum að kíkja á þennan núna og þetta er kannski bara byrjun á því sem við eigum að gera. Við eigum að hætta þessum keppnum og fara bara í alvöru. Þetta ætlum við að kíkja á. Ég er sko vinur þinn, langbesti vinur þinn. Gangi illa fyrir þér alltaf skakk og skjön hvert sem litið er. Og skaltu muna víst og svol frá mér að ég er vinur þinn. Já, ég er vinur þinn. Ég er sko vinur þinn, langbesti vinur þinn. Þér leiðist margt sama segi ég, já tilveran er ekki alltaf dásamleg. Þá skaltu muna víst og sorg frá mér að ég er vinur þinn. Já, ég er vinur þinn. Það eru ýmsir vafalaust greindar en ég er líka stærri en ég. Kannski hjá engum öðrum þá vináttan, já, innileg á allan veg, já. Þó líði ár og öld mun vináttan enn við völd. Þú færð að finna það, drengur minn, að ég er vinur þinn. Já, ég er vinur þinn. Og besti vinur. Daniel, hæ Daniel. Hæ, Hvað segirðu gott? allt fínt? Er það ekki? Jú. Hvað heitir hesturinn þinn? Gustur? Ertu búin að vera lengi með þessum? Er þetta fyrsta námskeið sem þú ferð á? Ég ætla kannski að byrja að spyrja því. Já, þetta fyrsta námskeið sem ég verið á hennar næst. En þú ert búin að fara á námskeið áður? Já, í síðustu viku. Síðustu viku? Já. 2 vikur í röð? Já, kannski þriðja, eftir þessa. Eru mamma og pabbi í hestum? Nei, en það voru þegar yngri. Af hverju hestar? Hvað ef ég má spyrja því? Hvar kveiknar áhuginn? Ég var sko þegar ég var yngri á hestum og ég bara með frekar mikinn áhuga á hestum. Þú er ekkert verið í sveit? Nei. Ok, veistu hvað sveitin er? Sem eru núna. Nú var ég bara að trikka því, nú var ég að koma með smá svona, þetta er svona eins og sumi veit ekki hvað Hveragerði er. Já. En ég veit alveg að þú veist það, en hérna, hvað ertu búin að læra á hestin hérna á svona 2 vikum? Stökk, brokk, bara fullt af hlutum, það finnst. Þarftu að setja nakkinn á sjálfur og læra að setja beistlið og svoleiðis? Já, Og hvernig eru gangtegundirnar? Hvað eru uppáhalds gangtegundin þín? stökk. Stökk? Er það bara þetta hraðanum með það? Já, Það voru að fara að prófa skeið. já. Hestur minn getur ekki fá skeið. Ertu viss um það? Já. Er hann bara með hann er bara fjórgangar eins og settir? Já. Það er ekkert skeið í honum, 0. Ánægði með þig. Ertu takk fyrir þetta og hérna skemmtu þig vel inn í skólanum hvað sem þetta er. Já, ok, takk. Það voru búin að næla okkur í Lúkas og Heklu. Bara til hamingju með flottan árangur og flotta sýningu hérna áðan. Já, takk. Er þetta fyrsta vikaðinn í reiðskólanum? 4. 4. vikaðinn? Já. Sæl. Og hvað hérna, ætlar bara að vera hérna sem þetta er í skóla? Hætta bara í venjulegum skóla og vera hér? Nei, það er ég ekki að vera að gera svo. En af hverju hestar? Eru mamma og pabbi í hestum? Nei, mér langaði bara. Ok. Og er þetta skemmtilegt? Já. Og hvað ertu búin að læra á þessum 4 vikum? Þú lítur nú að vera bara útskrifaður, sko bara næsti Sigurbjörn Barðarsson. Bara eitthvað, bara sitja hann á hesti og fara að hraða. Mér langaði ekkert að fara neitt rosalega hratt þegar ég fór fyrst á hestbaks og bara þegar ég fór hérna og langaði mér bara að fara hraðar og svona. Og ertu bara búin að vera með þessum hesti?
Nei, ég er búinn að vera með topp, gust og svo hálegg og svo heklu. Og er Hekla best eða? Já, ég held það. Er það ekki bara þegar hún er stelpa? Nei. Nei, hún er bara góð. Já. Ok. Herðu, takk fyrir þetta og skemmtuðu vel þar sem þetta er á skólanum. Já. Þá erum við konum með eina sem er komin á bak. Ísabel, akkur er ennþá á baki? Er þetta svona gaman eða? Já, mjög gaman. Hvað heitir hesturinn sem þú ert á? Rabbi. Lappi? Skýrði hann sjálfu eða var hann skýrður þegar þú komst? Hann var skýrður þegar ég kom, ég kom líka á síðasta ári. Er þetta annað árið sem hún kemur þetta? Já. Og er þetta svona rosalega gaman? Já. Er pabbi þinn í hestum? Mamma? Nei, ekki mikið svona. Er bara pabbi þinn að sprikla í íþróttum, hann er ekkert í hestum? Hann er ekkert mikið í hestum, sko. Hann er ekkert mikið í hestum og er ekkert í þessu. Ert þú sem þetta verða hesta sérfræðingur fjölskylduna? Kannski svona smá því að systir minni líka. Eigið þið hesta? Við eigum einn hest sem heitir líka sko Ísabella. Ok, átt þú hann eða? Mamma mín. Já, segðu nú mömmu og pappa að þau verða að fara að gera eitthvað í sínum málum og kaupa handa þér hest. Þetta ekki sammála því? Jú. Eiginlega bara strax. Já, eiginlega. Aha, ánægði með þig. Glæf ekki við þetta og takk fyrir. Það er búin að næla mér í fleiri knappa og það er enga smá knappa. Það er Oliver, meistari, til hamingju með góðan árangur á reiðnámskeiðinu. Takk. Hvernig, er þetta búið að vera skemmtilegt? Já, rosalegt. Hvað er skemmtilegast í reiðskólanum? Reyndar að gera trikkin svona, standa upp á hestinum og gera þannig. Ertu búin að koma oft? Nei, þetta er reyndar í fyrsta skipti mitt. En þú ætlar að mæta aftur. Já, örugglega. Er einhver í hestum í þinni fjölskyldu? Nei, jú, reyndar frændi minn, en engin annar. Engin annar? Af hverju valdið þú þá hestamennsku? Bara út af því að við sáum eitthvað námskeið og ég bara fór á það. Ok. Hvað heitir hesturinn þinn? Hann heitir Toppur. Hann heitir Toppur. Já. Ef ég myndi beða um að lyfta upp löppin á hann, getur það? Nei, hann... Máttu ekkert gera það? Nei. Hvað máttu gera með hann? Setur beislið á sjálfur og gerur og græðar? Ég seti þetta á sjálfur, ég kann að taka þetta af sjálfur, en ég kann ekki að setja þetta á sjálfur. En hnakkinn, kanntu að setja hann á? Nei, enginn kann það, bara nokkur sem kunna það. Þannig að þú átt eftir að læra svolítið í hestamennsku. Þannig að þú ætlar að mæta aftur. Já, örugglega. Takk fyrir þetta og gangið vel, kallið minn. Takk. Það er bara að góma mannin, sem er að kenna krökkunum og búin að vera inn í 3 ár. Lárus reiðkennari, sæll og blessaður. Blessaður. Hver hérna topphestar? Nú þarf ég að vita, sko, áður en ég byrja á spurningaflóðinu. Nú er útskriftardagur. Hvað eru margir sem eru á svona námskeiði í skólanum? Við erum búin að vera með svona 25 til 30 krakka núna í sumar. Og það er sérst eitt námskeið er 1 vika, er það ekki? Já, þetta er mánudag til föstudags. Við erum 9 til 4 alltaf daga. Og hvað kostar? Við vindum okkur bara í það, fyrir þá krakkar sem vilja fara þegar að fara að betla hvað kostar vikan? Já, byrja strax, það er 30 skall. Ok. En inn í því við mætum 9 á mótnana, morgumatur, rappiganlega með Coco Puffs og Cheerios og svona fyrir krakkana. Svo er í hádeginu búin að vera sami matur síðan ég var hérna síðan, 17 ár síðan. Það eru hérna grjónagrautur eða pulsupasta. Þú getur valið. Ok. Og svo hérna með kaffinu þá er alltaf hérna snúðar þegar við erum búin. Þannig að fullt fæði fyrir börnin frá 9 á mótnana til 4 á daginn. Já. Hestar, hnakkar, beisli, allur pakkinn. Einu sem er að gera mæti í fötum. Já, við erum með bara nánast allt til alls, sko. Ok. En þetta hlýtur að vera mismunandi, krakkarnir bæði hræðslu og hvað þau eru þorin og svoleiðis. Ég er bara að spá í hrossin. Hvað eru þið með mörg hross? Sko, við erum með allt í allt eitthvað 40 hross hérna, og yfir 40 hross. Og við erum náttúrulega með hesta fyrir starfsmenn og krakka. Við erum með svona 30 hross sem við setjum undir börnin, sko. Og eru þá mikli reynsluboltar allt upp í 30 vetra, sko. Frá svona, yngsti er svona 8 vetra eitthvað svoleiðis. Ég meina, við horfum þér hópinn á þann að hérna er fólk að snúa sér og snúa aftur á bak og standa á þeim og syngja og þeir klöppuðu menn í stúkunum og það gerðist ekki neitt. Ég meina, þetta er skotheld. Þetta er algjörlega skotheldir hestar, sko. Hvar finnum maður svona hesta? Ég bara spyr, nú spyr ég bara reiðkennara sem fer á hólum og læra. Hvar finn ég hestana? Svona. Þetta er náttúrulega vandfundnir hestar sem að þau hérna hjónin, Jón og Rabbi, eru búin að sanka að sér í gegnum tíðina, sko. Og þetta er svona, það er bara svona dettur inn einn og einn, meira bara svona heppni að detta niður á þetta, sko. Þannig að það er ekki til sölu.
Það er ekki séns að fá þetta. Hvað er það sem þið kennir börnunum? Ég sá náttúrulega að það er alls konar æfingar. Er þetta bara, þið væntanlega kennið þeim alla grunninn, er að leggja á og beisli og slíkt. En hvað með gangtegundir og ásetu og slíkt? Já, sko málið það, við erum með þetta hópaskipt í 3 hópa. Fyrsti hópur það eru litlu börnin, sko, þessi yngstu, sem er alveg sum dauðhrædd og svona, sko. Hvað eru þau gömul? Sko yngsta þessa viku það er þessi þarna, hún er 4 ára. En vanlega förum við ekki neðar en 5 ára, sko. Okay. En hérna, þetta er algjör nagli, þannig að maður engar áhyggjur af henni, sko. Svo er þetta upp í alveg 12-14 ára, sko. Þetta er, þú veist, 3 hópar, 1, 2 og 3. Þriðji þá eru við komin í svona aðeins flóknara. Annar hópur, krakkar sem er farin aðeins að þóra meira, sko. Og fyrsti hópur er algjör grunnur bara. Ok, hvað er það sem þú kallar flóknara? Nú er þetta aðeins að útskýra það fyrir mér. Þá erum við farin að vera að gera gangskiptingar, við erum farin að fara upp í, þú veist, fara upp í tölt og fara upp í brokk. Gangskipting er þá væntanlega þegar þú ferð frá einhverju gangtegundu yfir á aðra. Akkurat. Hafa hann eins mjúka og hægt er þetta ekki rétt? Er það ekki sem lærir á hólum? Cirka svona. Okay. Og svo förum við líka í ykkur svona ásetur, þú veist, lóðrétt áseta og hálflétt áseta og reynum aðeins að hafa þetta aldrei gáfulegt svona. Ertu sem sagt að taka inn hólaprógramma þegar þau eru bara inn í höll og snúast í hringi? Já, veistu, við til dæmis ríðum mikið ístæðslaust sem er nú til dæmis bara í inntökuprófinu á hólum, þannig að þetta er bara sama. Þetta er grunnurinn af allri hestamennsku. Það er náttúrulega að læra að leggja á og vita svona muninn á gangtegundum og vera með mjúkar og þægilega gangskiptingar og geta svo skipt og svona verið svolítið eðlilegur á baki væntanlega. Já, og þetta nýtist manni. Ég byrjaði hérna fyrir löngu síðan og ég sagði ekki enn í grunninn sem ég fekk hérna, sko. Já, hann hringdi heim í skólastjórnum síðustu viku og hann sagði að þetta hefði ekki nýst neitt. Nei, nú er ég að fílast í þér. En þetta er væntanlega mjög skemmtilegt starf og gefandi. Þú ert búin að vera í 3 ár. Já, þetta er mjög gaman. Fá börn hérna ár eftir ár sem að bara bæta sig og sum búin að fá lánað hesta yfir veturinn og koma aftur og þetta er mjög gefandi starf, sko. Ég er mjög gaman að þessu. Hvernig, nú ætla ég að hafa samband við reiðskólann. Hvar ger ég það og hvernig ger ég það? Þú getur haft samband við bæði Rabba og Jónínu Gömlu sem þau eru búin að auglýsa þetta út allt. Við erum ekki búin að vera sérstaklega duglega að auglýsa. Við erum ekki með Facebook síðan eitt. En þetta er bara einhvern veginn alltaf af afspurn þá bara það fyllist alltaf á námskeiðin og við erum frekar með biðlista heldur en hitt, sko. Áttu símanúmer? Já, það er þetta að hringja í mig 862-5945 og panta námskeið. Ég held að sé einfalt, börnin eru á leiðinni hingað. Það er alveg nokkuð ljóst. Þannig að það er líka hægt að sambandi þau og finna bara topphesta. Það lítur að vera einfalt mál. Já, kallinn auglýsir í blaðinu og svona, það er allt. Og bæjarblaðin í Garðabæi og eitthvað svona, þetta er út allt. Takk fyrir þetta, gangi ykkur vel. Takk sem leiðis. Já, ég er vinur þinn. Það eru ýmsir vafalaust greindar en ég er líka stærri en ég. Kannski hjá